Já, herðu, þá eru gestir okkar farnir, Sigurjón, og við setjum eftir. Það náttúrulega eru tímamót í pólitíkinni, þingi var að klárast. Já. Hvernig koma flokkarnir út úr þessu? Ég er nú vanur að fylgja svolítið með þessu, en ég verð nú að viðurkenna að ég setti nú frekar yfir á Rás 1 og horfði á fótboltann. Það er mjög stórkostlegt að sjá umgjörðina. Þetta er svona 70-90 manna velli, tróðfullir af fólki og stemning og gaman. Og þannig að ég er svona velþægilega frekar. En hérna, þeir eru náttúrulega, ríkisstjórnin er náttúrulega þríklofin og það sést á öllu. Já, hún er bara sátt við það. Hún er sátt við það. Já, það er svona, lagareldið, því var ítt til hliðar að þeir ná ekki samkomulagi það. Já, og samgönguáætlun, Smári, henni er ítt líka, þeir geta ekki komið sér saman svona sjálfsagða hluti eins og ganga frá samgönguáætlun. Það er margir sem er undir hver áætlun. Þeir meta bara að þeir þurfið þess ekki. Þeir meta að þeir þurfið þess ekki. Þið gátu það ekki. Þeir bara þurfa þess ekki. Þeir geta alveg haldið áfram á þess að afgreiða samgönguáætlun. Nei, þeir þurfa að gera þetta en þeir bara geta ekki. Það er einhverju áætlun í gangi sem nú fær Svandís eitthvað tækifæri til þess að koma með sína áætlun og það er kannski, þeir meta bara þannig að Svandís tekur við innviðaráðuneytinu og það er samgönguáætlun sem fyrri ráðherra hafði með sem er fjármálaráðherra núna sem bindur hendur þá nýs innviðaráðherra út kjörtímabilið og langt fram í framtíðina og það er bara eðlilegt að nýr innviðaráðherra fái að setja sinn svip á samgönguáætlun og þá verður bara samgönguáætlun afgreidd næst og það er það var ekki út af þessum ástæðum sem þið frestuðin held ég heldur bara þeir náðu bara ekki samkomulagi. Það er það sem að nýr innviðaráðherra vill leggja sínar áherslur inn og það var ekki tilbúið. Það var með lagareldið að það frumvarp kom þarna í mars og það var náttúrulega til að svara gríðarlegri gagnrýni á lagaumhverfi þessar atvinnugreinar sem að Ríkisendurskoðun og fleiri hafa bent á. Hefur algjör stjórnleysi á þessu svæði og þeir koma með þetta frumvarp sem að flestu verður ljóst þegar það birtist að er bara mengallað. Það var náðist ekki neitt samkomulag milli flokkana það. Sjálfstæðisflokkurinn hafði beygt sig undir það að það væri þarna eitthvað svona sektir og eitthvað fleira gegn því að leyfunum yrðu úthlutað til eilífðarnóns sem að myndi þýða það að þeir sem að fengju leyfin gætu veðsetta svipað og fyrirtæki í sjávarútvegi geta veðsett kvótann og þar leiðandi sé meiri svona fjárhagsleg geta til þess að borga einhverja sektir, að munar ekkert það henda einhverjum sektum. Það kom í ljós að miðað við hvernig forsetisframbjóðendur töluðu að það veri ólíklegt að óbreyttu kæmist það frumvarp ef það verið á lögum í gegnum Bessastaði og þar með þurfti að minnka það og það var verið að tala að fara með henni í 16 ár sem að þó held ég að myndi ekki breyta neinu að þeir sem að fengju leyfin myndu halda þeim til eilífðarnóns en það hins vegar veitir þeim ekki jafn mikinn fjárhagslegan ávinning og þá var Sjálfstæðisflokkurinn á móti því að sektirnar væru svona háar og þeir vildu lækka sektirnar og það var engin vilji til þessi á hinum flokkunum, þeir náðu ekki samkomulagi og þessum fresta. Já, venjulega nú ríkisstjórnin ná samkomulagi ef að þeir eru heilstæðar vinna saman. Þeir eru að vinna að einhverju sérstöku verkefni sem að þessi ríkisstjórn er ekki. Jú, þetta er stór mál. Nei, ég segi hún er ekki að með einhverja svona sameiginlega framtíðarsýn hvert á að fara með íslenskt samfélag. Nei, nú erum að taka til bara nokkur mál eins og stórmál eins og þetta. Ég las grein eftir konu á Patreksfirði sem hafði verið þar í sveitarstjórn og hún var að lýsa umbyltingunni sem varð á Patreksfirði eftir að Kvóti fór. Nei, Kvóti er ekki tværið það. Já, stórleiti. Nei, það er blómlegt fyrirtæki. Já, það er eftir að fór ekki allur en það fór á hausinn líka allt sem er sambandið eftir þarna fór á hausinn. Já, þeir eru með burðugt sjávarútvegsfyrirtæki. Já, en það er ekki eins og var áður. Þetta er eitt af þessu svæðum sem að tapaði í kvótanum. Já, en það var slæmt atvinnuástand og fólk var að fara. Það getur ekki borið saman sjávarútveginn til dæmis á Patreksfirði eins og Þingeyri og Flateyri. Það er virkur sjávarútvegur á Patreksfirði. Bæði Bíldudalur og Tálknafjörður hafa fengið högg út af kvótakerfinu. Já.
Og svo þegar það gerist, þá kemur einhver í bæinn og kemur einhver að vinnu og þá náttúrulega tala fólk Já, ég að segja það koma sjónarmiðin, sko, breytingarnar sem hafa orðið eftir að fiskeldi kom að það allt inni fara að byggja hús og eitthvað svona og þá vill þetta fólk verja að þá hefur verið að sko óbeina fjárhagslega hagsmunaði að samfélagi verður auðugra af peningum og kemur fleira fólk og verður meira gaman að lifa þarna. Þannig að eðlilega er þetta og ég held að þetta sé til dæmis Teitur Björn Einarsson, Flateyringur, Sjálfstæðisflokki. Ég held að sko hann sé á þessari línu eins og þessi kona sem á Patreksfirði skrifaði grein um þýðingu þessa. Hann bara í Sjálfstæðisflokknum, hann vill að allir sem að telja sig geta grætt á fiskeldi með að gera það hvað sem er. Já, ég er að segja það að vegna þessa miklu hagsmuna íbúana að þá verður átökum þetta mál. Já. Þau eru jafnvel tilbúin til að segja þetta til eilíða núns bara að því að sko þetta skiptir byggðarlagi svo miklu máli. Byggðarlagi sem voru bara í dróma bara, en núna líf og fjör sko. En við getum ekki alveg sko stýrt samfélaginu þannig. Við veist að svolítið sláandi. Það sem verður að takast á, ég er að segja það. Já, ég ætla að taka það dæmi. Ég var ekkert að ferðast í Vopnafirði. Og fer ég bara sest á kaffihús og eins og gerist. Þeir bara tala við fólk þar. Það var þau mistuð allt frá sér. Það var stór hluti á útgerðinni hafði verið í félagslegri eigu, bæði í sambandið og svo var líka eins og oft það voru svona félagsleg fyrirtæki annars konar. En þeir mistu þetta allt saman frá sér og engi kvóti lengur í Vopnafirði. Svo kemur Grandi sem hét síðan Brim og er með einhverja vinnslu þarna. Og þá talar fólki Brim, eins og Brim hafi komið bara með sólina til Patreksfjarðar. En það var ekki í sögunni það að einu sinni átti fólkið á Patreksfirði. Maður mátti fara þarna út og veiða. Jó, ég veit það. Já, allt inni var það bannað. Það mátti ekki fara að veiða af því að einhver kall eða einhver svona samþýttuð að selja einhver kalliða og einhver kall fór bara með það. Svo kemur einhver annar kall og þessi ég ætla að nota höfnin en eitthvað og gömlu frystihúsin til þess að koma að atvinnu og þá er það bara eitthvað bara guð almáttugur mættur í þorpið. Þetta er náttúrulega afstaða sem er náttúrulega sturluð í sjálfu sér. Því að auðvitað eiga þessi bæir að hafa bara völd í sínu eigin bæjarfélagi og það sama á við þessi fiskeldisfyrirtæki sem er í Tálknafirði og Patreksfirði að Patreksfirðingar og Tálknafirðingar eigi þetta ekki að einhverju norskir ævintýramenn sem eigi þetta og þeir eru að fara mjög illa með fjörðin, þeir eru að framleiða mjög lélega vöru sem er fáð svona tildulega lélegt afurðaverð fyrir af því að þeir ætla bara að sópa upp eins miklum hagnaði og eins miklum framleið og mögulegt er á skömmum tíma meðan það er ekki verið að rukka fyrir eyðileggingu þeirra á náttúrunni og sjá fyrir sér að þetta enda náttúrulega eins og í Noregi að þeir fá þetta ekki ókeypis mikið lengur en þeir eru bara í einhverju, þetta er ekki raunverulega atvinnuuppbygging. En auðvitað eru inn í þessum samfélögum með það að þá eru að horfa á það þannig að fáum við einhver 5 störf eða 10 störf og þessi umgang og þannig að Jói er að keyra sendibíl fram og tilbaka eftir vegunum okkar án þess að fiskeldisvið geta ekki borgið króna til þess að viðhalda vegunum og veginir eru meira og minna ónýtir út af þessu trukku sem er að keyra sem að hverjum sig er eins og 60.000 engabílar þannig að við höfum eitthvað meira því það er þó skárra heldur að þetta var. Eitt dæmi þetta, ég var ekkert hvart yfir þetta var nú ekki fallegar byggingar þarna á hvað heitir þetta, Hafnartorginu í Reykjavík. Og segja gáttu ekki menn ekki gert þetta betur og var bara ekki að segja það eins og gæti maður setið á Arnarhóli og horft yfir höfnina, af hverju mátti ekki venda bara það, útsýnið á Arnarhóli yfir sundin og höfnina og þá svaraði einhver samfélíkamaður Reykjavík, hvað, vildur hafa þetta eins og það var, hann að bílaplönin? Við verðum að geta talað uppbyggingu samfélagsins annars að við erum alltaf að benda á eitthvað hörmung sem við erum að vinna okkur frá því þá erum við að gefa öll völd í samfélaginu af bröskurunum því að braskarði getur alltaf sagt Ég ætla aftur að tala um þess að kona Patró hún getur ekkit borið ábyrgð á vegakerfinu eða hvað þeir borga í vegina hún lítur bara sína hagsmuni Þeir að halda upp almennu vegakerfi í Íslandi. Já, en fyrst er það að breytingin í byggðinni, það er sem ég segja.
og maður verður að skilja það er bara allt í henni líf, allt í henni hægt að halda einhverja samkomur og svo margt fólk og annað, ég skil það, en svo Það fylgir þessu oft reynda þannig að þú mátt tuða yfir alls konar hlutum en ekki þessu fyrirtækjum, sko. Þetta svo Akureyri og nágrinni, sko, sem mátt tuða yfir eins og en þú kennst ekkit, ef þú ert að fara að tala illa Samherja, það verður bara hent út úr samfélaginu. Tala lágt bara. En, sko, svo þetta svo líka með Brim, þeir sildu með mannstu tankana sem voru í Örfirisey, sildu með þá til, til Vopnafjarðar og þar verður til nokkur heilsársstörf sem ekki voru áður. Og það lítur að jákvæmt fyrir það sem að falli bæjarfélag lofa þeim alls konar dótir í og þeir fengu ókeypis lóður undir þetta og fleira. Það gáttu nýtt sér veika stöðu þessa byggðarlags sem hafði veikst út af hefur veikst út af sko þessu hryllilega kvótakerfi sem hefur farið eins og bara sláttumaður sjávarbyggðir landsins. Já, þú mátt ekki láta lítið út fyrir eins og ég sé með kvótakerfinu. En þegar þeir koma eins og frelsandi englar að þá sveitafélagið að gefa þeim alls konar hluti og eitthvað fleira. Þú veist, þetta þessi svona trú á það að þeir sem að koma með peningana og koma með störfin í sko samfélag sem hefur verið svipt getunni á því að hafa sjálf með að gera hvernig þau vaksa upp. Það alveg rétt, mikið samanlægir. En samt það björg fyrir þau sem að fá. Úr því sem komið var. Já, við getum bara ekki lifað og búið upp. Nei, við getum ekki sagt, nei, við viljum þetta ekki vegna einhvers. Við getum ekki byggt Ísland upp bara úr því sem komið að þá betra að hafa bara fiskeldi, við skulum bara búa til nýtt kvótakerfi, útdeila öllum fjörðunum til ykkur sem að geta bara veðsett firðin okkar til þess að eyða ykkur fjármagni í því að byggja upp ykkur atvinnustarfsemi og ef það gengur þá gengur það, annars gengur það ekki, bla bla bla. Þannig við getum ekki bara haldið áfram að byggja upp samfélagi þar sem að sko einstaklingarnir eða samfélögin hafa bara eiginlega ekkert með það að gera hvernig þeirra samfélag þróast. Ég alls ekki að segja það. Ég mjög mikið sammála, ég bara að segja sko litlu myndirnar. En í Seyðisfjörður, það annað dæmi, það að skella þar inn einhverju fiskeldi og íbúarnir vilja það ekki. Það búið ekki könnun, 70% vil ekki sjá þetta. Og þeir segja sér svo að við reyndar sko við erum með þetta töpuru kvótakerfisins. Hann allur farin, síldarvinnslan var að loka bara fyrir 2 árum, síðustu vinnslunni. En við viljum þetta samt ekki, því þetta eru bara 2 störf og þá sláturhús á að vera á Djúpavogi eða eitthvað. Ekki bara út af því, þau vilja þetta bara ekki í fjörðin. Og þeir segja að það sem að okkur hefur tekist að byggja þetta upp gott samfélag sem er bara byggt upp á öðrum gildum, við erum svona dæmum að þú veist eitthvað annað, þú veist það sé ekki bara stóriðja eða sjávarútvegur eða fiskeldi sem eru alltaf lausninnar, sem er alltaf að vera að samfara okkur eða vindmyllur eða hvað sem fólki dettur næst í hug sem alltaf græða á þessu og þeir segja við viljum ekki. En hvað gerist? Samt á að tróða þessu upp á þau. Já, sem gæti enda með því að Múlaþing klofni að þeir segja sig úr sveitafélaginu sem er nýbúin að sameinast inn í. Já, en málið þetta ekki svona hjá Múlaþingi. Múlaþingi bara kýsa að beita sig í þessu máli, en þetta hjá ríkinu, þannig að ríkið ræður þetta hvað verður Seyðisfjörð. Og fólki sem býr í Seyðisfjörði það er öllum hjartanlega sama hvað þau vilja, sko. Já, Og af hverju? Hvað er ríkið, hvað hagsmunir ríkið að bæta? Það er eitthvað fyrirtæki sem er að stóruleyti í eigu einhverja normanna, svo kom einhverju kvóta erfingjar inn í þetta og svo lífeyrissjóðnir sem eiga að það er hagsmunir þessara aðila sem að skipta meira máli en 647 eða ég man ekki hverju margir sem búa á Seyðisfirði, miklu færri en voru það fyrir kvótarum. Af hverju er það? Af því að ríkisvaldið sem á að vera það sem að við erum að kjósa og á að byggja upp gott samfélag sem leiti eins og var verið að ræða pínuliti að ef að veri virt hverji búa til verðmætin og hverju eru hagsmunir verkalýðsins þá eru hagsmunir verkalýðsins að hér sé örugg og ókeypis heilbrigðisþjónusta, öruggt og ódýrt húsnæði, örugg og ódýr menntun og þú veist bara sæmilega lífskjör en ríkisvaldið er ekki að vinna fyrir það. Þú veist, með þess að það var húsaleigulögin fór í gegn, það var eitt út úr því allt sem að mögulega var hægt að túlka sem ávinningu fyrir leigjendur. Eftir sátu það sem að var réttarbætur fyrir braskarana. Og minnst Seyðisfjörður vera gott dæmi um þetta, ríkisvald á Íslandi er ekki að vinna fyrir almannahag, hann er að vinna fyrir auðvaldið, braskarana og ograrana og það er bara þannig og það er svona að lifa við eitthvað sem getur kallað bara alræði auðvaldsins. Þú veist, almannahagur og það vitið allir sem búa hérna.
þú bara séð hvaða máli verið afgreiðanir á þingi, þetta allt byggt á því hvað hinni ríku vilja og svo það sem á að vera eitthvað svona til bæta almanna, húsaleigulögin, þau voru að banna Airbnb í Barcelona af því að þetta er búið að sprengja upp húsnæðismarkaðinn, þannig að venjulegt fólk býr við húsnæðisóöryggi. Getur þú séð þetta gerast í Íslandi? Nei. Þannig að það sem að þó á að vera til bóta, það fer ekkert í gegnum þingið nema það sem að auðvaldi setti sig við. Já, eins og þetta er núna. Já, eins og þetta er núna og búin að vera í 30 ár. Já. Ég minna að það var rústað því sem var byggt upp af verkefnisbaráttu síðasta árs, eins og verkamannabústaðnir, munaði ekkert það, bara rústuði. Já. Og það er bara það því að þeir sem að fara með ríkisvald á Íslandi, sem til þess að þjóna einum ríku, auðvaldinu, þeir bara, þeir muna bara ekkert það. Óttastu þá ekki að samfélkingi sé hraðsiglingu til Valhallar? Jú. Ha? Jú. En það var að því nú eru flokkarnir að senda frá svona auglýsingar, maður sér það stundum þegar maður fer inn á Facebook sem eru óaðfindnar. Það var mynd af Sigurður Inga sem er 9 ára fjármálaráðherra, afgreidd fjármálaáætlun til eitthvað 2028. Ég meina, öllum er alveg sama. Þessi fjármálaáætlun er líka hryllileg, hryllileg. Og fellur hvert á hverju árið, það stenst aldrei, Og það var ein mynd frá Samfylkingunni sem að var að þau hefðu náð að laga almannatryggingalögin með samstöðu stjórnarandstöðuflokkana sem ég held að reyndar að hafi verið vel gert í hann og ég fekk meðal annars Jóhann Pál og Ingu Sæland og Steinunni Þóru til þess að ræða þessi mál og það voru svona ágallar í málunum og ég held að stjórnarandstaðan og kannski til fórustu Jóhanns Páls hafi náð að búa til svona samstöðu hvað þyrfti að breyta og náð samstöðu við VG og fórustu VG inn í velferðarnefndinni. Þannig þetta var vel gert. En myndin var svo kostuleg að það er fyrir utan þetta skrifstofubyggingu Alþingis þessa nýju sem er svona ýmsum steintegundum. Þá er Kristrún og Jóhann Páll að labba svona móti vorinu og framtíðinni. En þau eru bara 2 af 6 manna þingflokki og þau eru alltaf að segja að við erum tilbúin að taka við. En raunverulega er samfélkingin ekki sterkara þetta. Því að í þessu 6 manna þingflokki að þá metur Kristrún að hún ætla bara að taka Jóhann Pál með sér. Hún ætla ekki að taka Oddnýju, hún ætla ekki að taka Þórunni, hún ætla ekki að taka Loga. Hverju meiri að glemma? Já, það er 9 þingmaður sem kom í staðinn þegar Helga var hætti. Já. Dagbjörg, Hákonardóttir. Þannig að þau eru ekki með á myndinni, En svo er líka alltaf bara allt sem að kemur frá samfélkingunni bara myndir af og fyndið þegar ég gáði bæklingin. Heldur að skera þau bara niður tróg hérna? Ég held að ég koma Og Loga líka? Ég veist að mann geti verið ef hann vill, en ég meina, hvaða áherslu lagði hann á? Hann í tíð Loga, þá var samfélkingin tók að sér að vera svona flokkur mannúðar á Íslandi í innflytjendamálum sérstaklega. Ég man eftir því að þegar hann var formaður að þess að hann kom svona ótilneyddur upp í ræðupúltið að tala, það var fyrst og fremst innflytjendamál. Maður sá hann aldrei taka þátt í svona húsnæðismálum eða eitthvað svona nema að það væri bara eitthvað þannig að flokkur væri að leggja eitthvað til og eitthvað svona en svona það sem hann rauk í gang og hingað ekki lengra stemming það var allt innflytjendamál. En hann hefur kynnt því að þau sátu hjá í afgreiðslu útlendingamála sem er óskiljanlegt. Það er óskiljanlegt hvernig ákveður samstöðun samfélkingin greiddi ekki atkvæði móti þessu. Móti fjölskyldusameiningum. Á hverju ætti samfélkingin að vera móti því að innflytjendur sem koma hingað, hælisleitendur og fá hér hæli, að þeir fá ekki fjölskyldu sína til sín. Og það verður að vísa til eitthvað í Norðurlöndunum, þetta er bara ránt. Ég ætla að segja, ég held að Logi verið áfram og hann verið forseti Alþingis. Já, eitthvað svoleiðis. Það er svona, hann fer á eitthvað stað þar sem að, hann hefur ömulega engin áhrif en það er svona að vera að taka ofan fyrir honum. Já, einmitt. Og verið gert málverk á hann og sett upp í þinghúsinu. Heldur þið sækist eftir því? Fólkið? Já, ég veit ekki hvað hér kom í manna hvert það nær, Og svo, þetta er nú ekki stór skrifstofi, nú komum við hérna inn sem forsetarskrifstofan, en þetta er huggulegt, Já, þau fá líka bíl og bílstjóra.
Já, það ennþá? Já, það ekki. Já, það var sett þegar Ólafur G. Einarsson heitinn var settur að sem menntamálaráðherra. Ég held að sé það þannig. Og þá fekk hann þetta í gegn. Þetta sem metið á þetta sé svona ráðherra ígildi. Já. En hann fer ekki til sig forseti nema bara heimdi sig. Nei, bara heimdi sig. En það samt, þú veist, þetta svona lífsgæði sem að fólki á auðvöld með að venja sig á og finnst sárt að missa. Það átti við Ólaf G. sem var að fara úr ráðuneyti yfir í þetta og hérna missi náttúrulega svona meira og minna völd, sko. En hvað hvernig getur við látið Óla sættast þessu? Já, hann fæði bara sömu laun. Já, það ekki nógu svona. Já, hann fæði bara bílinn og bílstjóran líka til þess að láta hann sætta við þetta. Já. Þá það sem sko eftir svona verð. Já, það sé verðmætinu sé því. Já. Og ég meina, fólk alltaf veikt fyrir status. Nei, hann svona með þingrinslu og slið, sko, þá þetta hann, ef að Samfylkingin stærri en Sjálfstæðisflokkurinn þegar myndar ríkisstjórnina. Ég hef ekki trúið því að Samfylkingin nái að landa þessu. Nei, ekki 30%. Nei, ég held að vera bara land frá því. Ég sá bara þessa mynd og hugsaði þetta er bara eitthvað grín. Þetta er bara eitthvað grín. Hvert fer þetta þá? Það bara fyrir eitthvað, sko. Ég meina, hvað þetta fylgi? Heldur þetta sé, þú veist, eitthvað svona rosalegu stuðningur við stefnubreitingu Kristrúnar Nei, þetta er ekki bara best að kjósa Framsóknarfylgið. Einu sinni laðist þetta upp að bryggju á Pírötum, svo fór þetta til Framsóknar og þetta bara velkist hafið. Ég leitaði einhverju sem þó skásti kosturinn. Nú var Lilja Rafney Magnúsdóttir að segja sig úr VG og það tíðindi. Það sé rosalegt sjokk. Já, því hún, sko, ég fylgst það vel með þinginu og ég veit það að þessi 12 ár sem hún var þingmaður, þá skipt hún verulega miklu máli. Hún var svona, föst fyrir í sínu, sérstaklega í sjávarútvegsmálum og það var þegar kvótavettu grásleppuna sem að mælirinn var fullur í henni. Hún búin að vera að hlaða í vörðuna, þarna náði toppnum og hún sagði þessu úr flokknum. Og það síðast 2021. Hún forma ratinu við nefndar kostningan 2021 og raunverulega í sveitakostningunum 2020 að þá svona breyting á kjósendahópi VG. Að þau tapa ekki eins mikið út á landi og tapa á höfuðborgarsvæðinu. Það svona framsóknar. Já, og meðal annars var sem svona einhver þráður frá Jóni Bjarnasyni svona vera með sérstakar lausnir í sjávarútvegi og kvótamálunum að ég meina hann byggði upp strandveiðina sem að bara talandi svona lífæði í þorpum eins og þú veist að tala að bara skiptu gríðalegu máli mjög víða land og þannig að þau voru svona með áherslur á þessu sem sviku algjörlega. Það var ekkert eftir að þessu Svandís slátur að þessu í auðlindin okkar hennar tillögum og bara tók byggðakvótana og settið inn í stóra kerfið og eitthvað fleira. Þannig að það hefur verið svona aldrandi að þessu að bæði held ég að Það var hækka kvótað ekki? Nei, ég sé aldrandi að því að ég er bara skjót inn í. Já, með hennar Lilju Rafney að þetta eru svik við kjósendur út á landi sem að flokkurinn fór og hann náði að svona minnka hrunsitt út á landi meðal annars með loforðum að standa vörðum strandveiðarnar og sem að ég meina Svandís framlindi jók ekki pottin í strandveiðunum í fyrra sem það alveg geta gert. Það svo náttúrulega það sonu Jóns Bjarnarssona sem að nær þingsætinu af Lilju Rafney. Sem að svona, það var einhver sem að greiddi atkvæða móti þessu með grásleppina, var það ekki hann? Ég veit það ekki. Já, ég veit það ekki, ég sá bara að það var einn ég bara nefndi ekki svona atkvæða, ég var alveg viss þetta væri hann og það bara að því hann í norðvesturkjördæmi og það að samþykja það að grásleppa sig sett inn í kvótakerfið og verði svo gangi bara að kaupa um svona kvótið þar og verði svo millifæranlegur á milli tegunda og þetta verði bara endari og sameri eða eitthvað og kannski þessi svona grásleppu venjulega grásleppukallanir verði bara hverfi á svona 5 árum. Þetta er hryllingur fyrir þingmann VG í norðvestri að samþykja þetta. Bara hryllingur. Þetta er það. Þetta er hafa verið svona einu frjálsu veiðarnar því það hefur ekki verið kvóti. Ég held að VG í miklu vanda. Hann ætlar að koma til mín í vikunni, Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Kemur 50 daginn. Ég var svona að reyna að ná einhverju svona formanna sirpu.
Ég næ aldrei sko Bjarna og Sigurð Inga sko, þeir eru bara svo merkilegir menn að þeir kom ekki hingað í þetta hreysi sem að samstöðin er. Þeir eru svo Katrín Jakobsdóttir. Þannig að ég veit ekki hvort ég náði þeim, en ég er búin að senda beiðni á þá. Þetta er, ég held þetta sé ekki tilviljun að þessi þrjú sem ég nefndi hafa ekki viljað koma hérna. Það er eitthvað svona, þegar fólk er búið að vera í þessu hlutverkum, að þá vera svolítið stórt með sig. Já, og minnkar svona hugmyndin svona þáttöku stjórnmálana í víðræðslegu samfélagi. Á RÚV fá þau yfirleitt að þau eru bara eini viðtölum, þau eru aldrei í debatt. Manstu viðtalið sem að Sigga Dögg tók við Katrín Jakobsdóttir og var svolítið svona hörð við hana, fyrsta skipti sem hafði gerst á hennar ferli og hún var svo hissa, Katrín Jakobsdóttir. Og þetta er eiginlega með Bjarni frekar, hann hefur kannski vegið 2-3 erfið viðtöl svona undanferð. En vanalega vill þetta fólk að þetta sé bara á sínu forsendum. Og svo finnst það bara, ég meina, þú getur ekki komið á ráðherrabíl og sest hérna inn í þetta hreysi okkar, sko. Þetta er bara... Hreysi, þetta er mjög huggulegt hérna. Ég segi það, ég finna að þau bara upplifa það. Ég er ekki með bindi eða neitt, sko. Þetta er ekki gert úr miklu, þetta er gert úr litlu, en þetta er bara mjög huggulegt, sko. En ég held að, og mér finnst þetta að vera að vaksa hérna á íslensku samfélagi. Þú mannst eftir hérna þingmönnum í Gallandaga, svo Steingrími Hermannsssyni og fleiri svona sem að voru alþýðlegir að svona eðli á náttúru. Mér finnst þetta að vera að minnka, með svona, komið svona meiri styggð í alla og með vera svo móðgaðir ef að það er ekki sín tilhýðileg virðing sem að þeirra mælikvarð er bara að maður bara fallir fram og tilbyði það, sko. Já, undirgefni. Já, það er bara ekkert annað sem er virðing. En það, ég hef nú stundum sagt að ég var hérna þingfréttamaður þegar Steingrímur var forsætisráðherra. Ég hef ekki orðið þingfréttamaður, bara var að skrifa pólitík. Og það var þannig að ef voru kvöldfundir í ríkisstjórninni, þá voru fjölmiðlarnir alltaf eftir þessu fólki, sko, vorum að leita frétta. Og þá fengum við að sitja hann inn á ganginum í Stjórnarráðshúsinu og með því skilyrði að ef ráðherrar færu upp að pissa eða eitthvað, að við myndum láta bara í friði. Maður kan spyrja mér langt eftir eitthvað svoleiðis en aldrei eina efnislega spurningar. Þetta var bara samkomulag. Svo verða húsbóndaskipti og Davíð tekur við og hann bara út með okkur klukkan 4:30 eitthvað sliðis, alveg sangandi viðræði, bara út með okkur og þá var hérna eyja á milli akreinar en Lækjargötunni og ég lagði bílnum mínum upp á eyjuna og þá sá ég sko hvort þau var að koma og síðan löggan og segir að banna að leggja þetta og ég sagði þeim bara það að ég væri bara vakt, sko. Ég hefði ekkert annað skjól fyrir þessu veður en bíli minn, sko. Og þá hérna kallar hann eitthvað í talstöðu, eitthvað slis, og það segir mér, já, þú mátt bara vera hérna. Eftir það gáttum við verið með bílana og upp á. Sko, löggan lét okkur í friði. En sko, þarna var alveg ótrúlega stór móralsk skil. Steingrímur eins og hann var. Hann bað okkur bara ekki að vera sko truflaður neitt, bara sitja hana. Og hérna, en væri minn í hlýjunni, en Davíð bara út með ykkur. En svo var Davíð reyndar oft mjög ágættur, sérstaklega ef maður náði honum bara á vettvangi, sko. En hann náði samt svona breytingum, sko, það var hérna, ef þú keyrir Tjarnargötuna og framjá ráðherrabústaðina, það var svona séragrina system eitthvað. Sama hann stóð í hérna breytingunum á Landsbókasafninu, breytið í Þjóðmenningarhús og það er líka svona eiginlega séragrina fyrir hann. Já, var fallegur svona garður með blómum og svona sem bara breytti yfir því að einhvern veginn hann er ráðherra gæti komið og keyrt upp á hurðinu og einhver opnaði fyrir hurðina og þannig að það kom svona stælar með Davíð, sko. Já. Það myndi að þetta svolítið fínt, sko. Svo veist það væri augljóst að þetta væri höfðingi á ferð. Og hann útýsti Ólafur Ragnari úr Stjórnarráðshúsinu og senda hann í Staðarstað. Já, vildi ekki hafa hann í sama húsi. Nei. Hann var fyrir neðan virðingu Davíðs að hafa svona mann sem hafði kallað hann að hann væri með skítlegt eðli. Já, það var nú ekki gott á milli þeirra þá. Nei. En svo föttu þeirra voru bara samherjar. Voru báðir með skítlegt eðli kannski, ég veit ekki. Þeir voru gerðir úr svolítið sama efninu, það er bara hannig. Það er svolítið líkir.
Já, en við vorum eins og gamli kallar að tala um hvernig það var í gamla daga. Það er svolítið gaman sko, en það er ekki útvarpaði kannski. Nei, en það er þessi þinglok og ástandið í flokkunum, þetta er svona, mér hugsaði eins og við vorum svolítið að ræðum með Evrópukostningarnar og þessar miklu sviftingar sem eru, eins og þetta sem núna er bresku kostningarnar, að það sem er náttúrulega, það er möguleiki á því, að niðurstöða kosningarna verið það að auðvitað fær verkamannaflokkurinn en meirihluta, skoski þjóðaflokkurinn er í sárum og íhaldsflokkurinn í sjálfsmorði og sérstaklega eftir að reform eða flokkur Nigel Farage er að bjóða fram að þá mun að hafa gríðarlega áhrif á íhaldsflokkin. Það eru margir íhaldsmenn sem vilja refsónum. Það getur komið í niðurstaðan getur það svo að Nigel Farage verði óumdeildur forystumaður hægriðsins í Bretlandi. Og þannig að ef að íhaldsflokkurinn ætlar að ná vopnum sínum, þá var það að finna einhverja leið til þess að ná honum inn, að það verði annað sameining eða verði með einhverjum hætti, að það verði hann sem að muni leiða hægri menn í næstu kosningum 2029 minni vekk. Og þetta er náttúrulega gríðarleg tíðindi. Þetta er að sjá gerast í Frakklandi, þar sem að formaður gólistana fór og gerði kosningabandalag við Le Pen og þjóðfylkinguna hennar. Og það með sér þetta að svona gamla hægrið er bara að beygja sig undir forystu þess að vildi ég endilega fá afstöðu Brynjars til þessa. Það sem að forystummaður hægriðsins í Hollandi er Gert Wilders, engi trúa því fyrir 20 árum, Trump í Bandaríkjunum og svo eru náttúrulega með svona furðulega menn eins og Milei í Argentínu og fleira og Meloni í Ítalíu og þar alveg gotum. Að ég finnst alveg komið til greina því að það er alltaf verið að horfa á sterkastöðu samfylkingarinnar og svo sjálfstæðisflokkurinn, hann hangir hann í 18, samfylkingin dinglar einhvers staðar á milli, svona 27 og 30, en miðflokkurinn er alltaf búm, hægt og bítandi og er síðast held ég 13,5 á móti 18 í, 4,5% á sjálfstæðisflokknum og miðflokknum. Og þegar að því vorum að tala um þetta fylgi sem að hefur lagt sig upp að samfylkinginu núna, og þau einhvern veginn trúa því að þau bara preseteri Kristrúnu sem einhverja valkost á móti sjálfstæðisflokknum að þá muni þið ná þessu. En ef þetta er rótlaust fylgi, þá get ég alveg séð að gerast að miðflokkurinn verði stærri en sjálfstæðisflokkurinn næstu kosningum. Já, það eru tíðindi. Já, en ég hvet fólk til þess að ekki vera að horfa á samfylkinguna, heldur að mál horfa á hana mín vegna. Ég held að geta orðið afdrífaríkari svifting í íslensku stjórnmálum ef það sama gerist og er að gerast núna í Bretlandi. Gerðist í Frakklandi núna bara fyrir 2 vikum og mun gerast aftur í Frakklandi núna í lok mánaðarins. Gerðist í Hollandi, gerðist á Ítalíu og það er kannski erfiðar að tala um löndin Norðurlöndin og fleira en það má alveg vísa til þess að það er sambærileg þróun í gangi þótt hún sé ekki eins afgerandi. En Holland, Bretland, Ítalía, Frakkland, þetta er náttúrulega ótrúlegar pólitískar sviftingar og margt af því sem er keyrt áfram þar sem að því að við vorum að tala um þetta áðan og Brynja benti á að þetta væri ekki svona hægri flokkar, það verið með svona áherslu og svona félagsleg mál sem að miðflokkurinn hefur ekki verið með, en flokkur fólksins hefur verið með. Einu sinni leit út eins og þessi flokkar væru að renna saman og hann að ef þú tekir miðflokkin og flokk fólksins sem eru samanlagt að mæla Það er svolítið sögulegt því að Inga Sæland rak Já. Ég er ekki að segja þau saminist. En inn í þessum 2 flokkum er franska þjóðafylkingin, er nýja hægrið á Ítalíu, er nýja hægrið á Hollandi og þetta eru kannski flokkar sem eru með 13,5 og svo kannski 6,5. Það eru 20%, sjálfstæðisflokkurinn er með 80%, þannig að þessi svifting sem við erum að sjá að nýja hægrið sé að taka yfir forystuna frá klassíska hægrinu, ég held að þetta sé bara að gerast á Íslandi. Við höfum bara ekki verið með fókusin á þetta. Kannski. Já, og þetta sé miklu stærri tíðindi heldur en hvar þessi rúta leggur þannig að er ekki bara best að kjósa Kristrúnu, er ekki bara best að kjósa Framsókn, er ekki bara að pröfa þetta Björt framtíð og þú kannast við þetta. Það er svona
flokkar sem eru að segist alltaf breyta, við verðum að breyta einhverju en við ætlum ekki að breyta neinu sem að er að glíma við eitthvað þessu atkvæðandu. Þetta það sem ég ætla að draga sem það sem mest spennandi straumhvörfin í íslensku stjórnmálum í þinglok. Þessi vöxtur nýja hægriðsins á Íslandi. Já, hefur að segja þetta gott. Já. Og kveðja, ætla þú að kveðja? Þú ert kurteis ég. Já, ég ætla að þakka gestum mínu kærlega fyrir og Sigurjóni fyrir aðstöðuna og ykkur, sérstaklega sem hafið staldrað við og hlustað, bend ykkur á, eins og ég stundu geri, að þið hafið byggt upp dreifikerfi samstöðuna, það byggist upp á góðri afspurn. Þannig ef þið segir vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar hér, þá eflist dreifikerfi okkar. Þið getið bent á að við erum á Facebook og við erum á YouTube, við erum í öllum hlaðvarpssveitum, bæði undir nafni samstöðunar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu á stór höfuðborgarsvæðinu 89,1 á FM og það má sækja þeir útvarpssendingar líka á spilarin.is á netinu og spilarin líka app sem má hlaða niður og hlusta á samstöðinu og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum, alls það sem net. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppin að skipta við síman, þar er við númer 5 á fjarstýringunni og vonandi munu önnur fjarskiptafyrirtæki sjá tækja fyrir því að bjóða sínum viðskiptunum líka upp á efni frá samstöðinni 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræða við þetta rauða borð sem við sitjum og í öllum þáttum samstöðunar. En samstöðinu fyrst og fremst byggst upp á áskrifendum. Það eru mælingum frá því snemma í apríl voru 40.000 mann sem að horfa á þætti samstöðurinnar eða hlusta í hverju viku. Af þeim eru rúmlega 1300, ætla sig voru 1350 sem að hafa greitt áskrift og það er í afli þess fjár sem okkur hefur tekist að byggja upp samstöðina. Því fleiri sem að slást í þann hóp, því öflugri verður samstöðin og ef að þið hafi áhuga að slást í hópin hvet ykkur til þess að gera það, sérstaklega þau sem hafa kannski löngu ákveða innra með sér að slást í hóp áskrifenda á samstöðinu og taka þátt í þessu tilraunaverkefni að kýla á það, því að við erum að meta það hvernig við ætlum að mæta sumrinu og haustinu og þá væri gott að sjá hvað við höfum ennþá, þann mikla meðbyr sem við höfum sannarlega fundið hér á samstöðinni. En allt sem við sjáum hér og heyrir í boði áskrifenda og við þökkum kærlega fyrir. Þetta er búið í kvöld, ég verð næst annað kvöld klukkan 8 en ég óska ykkur bara góðrar helgar það sem eftir aðeins og takk fyrir í dag.